Siggi, hvað ertu að hugsa bara akkurat núna? Maður er bara reiður yfir úrslitunum og mörguleyti frammistöðunni. Það er svona eiginlega það sem að fer í gegnum hausinn. Hvað vantaði upp á? Mest allt held ég bara. Er eitthvað sem þú tekur sem þú glaður með? Nei. Það er einfalt. Hvað ef þú horfir á sigurmarkið þeirra, finnst þér eitthvað klikkað þar? Ég hef bara ekki pælt í því. Það er svona, nei, ekkert pælt í því þannig. Það er svona bara, já, nei, ég hef bara ekki pælt í því. Þú svo að skora 2 mörk sem eru dæmda eftir rangstöðu. Ertu búinn að fá að skoða þetta? Já, ég er aðeins búinn að kíkja á þetta. Ég held að þetta sé fyrir aðeins náttúrulega ekki rangstaða og seinna svona mikið vafaðri held ég. Finnst þér skrítin framkvæmdin á því? Nei, þú veist, þeir bara gera það sem þeir gera. Ég er ekki að pæla of mikið í því, sko. Bussi frá því eins og þú nefnir, frammistaðan ekki nokkuð, það hlýtur að vera áhyggjuefnið. Já, þetta er svona fyrst skipti sem að ég horf á liðið og er bara mjög ósáttur með frammistöðuna og svona einhvern veginn hugafarið en þú veist, það kom alveg góðir kaflar og ég meina ef þessi mörk hefði ekki verið tekin á okkur og við höfum skorað úr eitthvað af þessum færum og sóknum sem við fengið þá væri himinlifandi, sko. En þú veist, nú erum við bara ekkert að pæla í frammistöðunum, bara að pæla í stigum og þetta átti að vera einhvern veginn moment til þess að taka 3 stig, en leiknismenn komum bara hérna og gerði þetta vel og var kraftur í þeim og meiri kraftur en í okkur sem mér finnst mjög skrítið af okkur alveg. Og svona, ég held við værum komin með það og vorum búin að ýta þeim niður og þjarma að þeim og fáum fullt af sénsum en ég bara nenni ekki að pæla í einhvern frammistöðu núna, við þurfum bara að fá stig og það þarf bara alvöru leikmenn sem að eru tilbúin að gera allt til að fá sér stig, sko. Mér fannst ekki nógu margir inn í Þórsliðinu í dag sem að vildu fá 3 stig. Þú nefnir að Þórsarar ná að þrýsta þeim vel niður en þeir fá 3-4, kannski 5 upplaup í seinni hálfleik. Það er alltaf stór hætt. Já, ég er bara sammála því og við bara brugðumst illa við því og það er kannski svona einhvern veginn, ég veit það ekki, einhvern veginn svona mentalityð í dag sem að við erum ekki nógu ánægðir með því að þetta hefur ekki verið eins og hjá okkur í sumar, sko. Er eitthvað lykilorð sem þú lætur leikmenn, lætur falla við leikmenn inn í klefa eftir leik? Nei, ég er kannski bara búinn að vera aðeins og línu við þá. Ég er búinn að taka 2 brjálæðiskast og þá kom eitthvað respons og ég held ég sé bara búinn að vera á línu við þá. Ég held ég þurfa að fara að brýna raustina aðeins á það betur. Nágrannaslagur næsta móti Dalvík, hvað þarf svar þar? Já, svo sannarlega og það er bara margir sem að áttu ekki góðan dag í dag sem að þurfa að svara fyrir það í dag á miðvikudaginn. Hvernig er staðan með Aron? Getur hann spilað fljótlega? Já, ég býst við að það sé bara næstu helgi vonandi eða síðasta lagi leikinn eftir það. Bara staðan í deildinni, þú talar að það þarf núna alvöru leikmenn til þess að ná í stig, hvernig bara metur stöðuna? Já, þú veist, eins og fyrir leikinn í dag, við áttum 2 leiki inni og ef við fengið 3 stig í dag þá hefur við bara verið á góðu svingi. Ég meina við erum búin að fá erfitt prógram í byrjun, bara 2 heimaleiki og 4 útileiki og búin að spila við 5 af 6 efstu liðunum í deildinni. Og ég hef bara búin að vera nokkuð ánægður með liðið þannig þessa frammistöður en ekki stigasöfnuna. Þannig bara förum við að harka stig og fara að vera aðeins stærri en þetta. Mér fannst við svolítið litlir í dag sem er ekki það sem við viljum standa fyrir. Af hverju gengur svona illa að skora bara löglegt mark? Já, þetta er bara með ólíkindum. Ég held að það er bara einhver stífla sem er og við þurfum einhvern veginn að fara að losa hana og við erum svo sannarlega að reyna að skora mörk á æfingasvæðinu þannig að það hlýtur að fara að detta og þá koma sigurarnir á stíginn og ég hef ekki áhyggjur af því en þau þurfa að fara að koma fljótt. Takk fyrir þetta, Siggi.